kannski áður en við rennum okkur í þessu, það hefur verið hér til umfjöllunar í þinginu ráðning forstjóra Bankasýslunnar. Vildi kannski heyra frá þér hvenær væri að vænta viðbragða frá ráðuneytinu það mál. Ég veit að þið hafi verið að skoða einhverjar upplýsingar frá Bankasýslunni þar að lútandi. Já, við höfum farið auðvitað yfir það í ljósi svona þeirra umræðu sem hefur orðið þá ráðningu, og okkar niðurstaða var svo að skrifa Bankasýslunni á grundvelli svona almennrar eftirlitsskyldu ráðuneytisins og almennra heimilda ráðherra og biðjum upplýsingar og rökstuðning. Reyndar hafa aðrir umsækjendur en þeir sem ráðnir voru, þeir hafa sömuleiðis beðið rökstuðning, þannig að Bankasýslan hvort sem að vinna slík gögn, og við væntum svara að fá Bankasýslunni mjög fljótlega hvað þetta varðar. Við höfum sem sagt óskað eftir því að það yrði rökstutt og útskýrt hvernig staðið var að hæfnismatinu, samanber ákvæði 7. greinar laga Bankasýsluna, og fá upplýsingar ráðningaferli og hvernig var að þessu staðið. Það var niðurstaða okkar að það væri eðlilegt fyrsta skref á okkar hálfu í málinu, og við bíðum eftir því að fá þau gögn frá Bankasýslunni áður en ákvörðun verður tekin eitthvað frekar. Takk fyrir þetta var nú svona utan dagskrár. Já, mér langaði að spyrja prívat og persónulega, bara ekki hvað hvaða skýring stjórn Bankasýslunar gefur á þessum ráðningu, held forstjóra sem sagt. Mér langar að spyrja hvað ráðherranum finnst prívat og persónulega, hvort honum finnst þetta í lagi. Margrét Tryggvadóttir spyr mína persónulegu skoðun á ráðningu í forstjórastól Bankasýslunar. Ég ætla að segja það eitt á þessu stigi að það auðvitað mjög óheppilegt ef ekki ríkir friður og fullt traust til slíkra ráðstafana, og þá er það bara sjálfstætt mál að takast á við, óháð því hvað mönnum finnst nákvæmlega viðkomandi ráðningu, en það veruleiki sem enginn getur horft framhjá, og allra síst ráðherrann sem að málaflokkurinn heyrir undir, ef að það ófriður og ekki til staðar traust í tengslum við ráðningu í lykilembætti. Það ein af ástæðum þess að við erum að skoða málið.